Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram blása lífi í lið sem að hefur vakið nokkuð mikla athygli hjá okkur. Hann hefur legið niður núna 2 vikna skeið vegna þess að það getur verið mjög erfitt að fá bara viðmælanda. Þetta svona busy hópur sem að við ræðum við undir þessum lið. En þetta sem sagt liðurinn óþekkti þingmaðurinn. Þar ræðum við fulltrúa nýrra þingmanna. Það rétt helmingur þingmanna núna á Alþingi sem að hefur ekki áður sinnt þingmennsku og tilgangurinn að reyna að kynna fyrir ykkur áhorfendum og hlustendum innri mann nýrra þingmanna. Þannig að þessi viðtöl leitast við að verða persónuleg. Við viljum fá að vita bara hvernig fólki líður, hvernig það inn við beinið frekar en þetta snúist pólitísk áherslumál. Og gestur í dag Guðmundur Ari Sigurjónsson. Vertu velkominn til okkar, Guðmundur Ari. Kæra þakkir, gott að vera komin. Já, bara það tók okkur smá tíma að ná saman eins og ég nefndi þarna en þið eru náttúrulega, það stíf dagskrá, ekki síst fyrir mann eins og þig, þú ert ungur maður, þú ert þingflokksformaður Samfylkingarinnar og það hlýtur að vera alveg ótal margt að læra fyrir og mikil dagskrá. En byrjum bara á byrjunina því að það vill svo heppilega til að ég veit ekkert þig sjálfur. Ég hef aldrei hitt þig áður. Þetta í fyrsta skipti sem við hittumst. Þegar ég sá þig fyrst í sjónvarpinu að ég man sem var held í einhverjum silfurstætti þá hugsaði ég með mér þessi svolítið öðruvísi. Hann ekki alveg eins og mjög margir hinna. En þannig að ég hlakka til að kynnast þér. En byrjum á byrjuninni. Hvar ertu fæddur? Ég fæddur uppalinn á Seltjarnarnesi og ólst þar upp og býð þar enn, þannig að maður svona algjör sveitavargur á Seltjarnarnesi sko. Við erum svolítið svona sérstök tegund á höfuðborgarsvæðinu, við lítum á okkur sem mikið sveitasamfélag, þó við séum nú skammt frá miðbænum. En okkur þykir að væntum það. Já, af hvernig fólki ertu komin? Sko, móðir mín kennari og faðir mín smiður. Og þegar þau fluttu á Seltjarnarnes, þau eru nú ekki af svona einhverjum, þetta svona næst í eins og með gaflarana sko, þau eru ekki sjálffædd og uppalin á Seltjarnarnesi, þau flytjar þau fengu þar bara hagstætt húsnæði á sínum tíma og þau kannski voru stundum svolítið á skjön við svona þessa stereotypu allavega af Seltirningnum, þar sem þetta náttúrulega bara kennari og verkamaður, smiður og þannig að það var svolítið áhugavert að alast þar upp og ég í rauninni segi það ofta að ég hef lært svolítið mikið af því að alast upp að verka fólki en á Seltjarnarnesi, það verður svolítið svona þessi stétta kontrast, verður svolítið skýr að svolítið mikið munur á kannski húsum sem að vinum að segja heima í eða fríum eða svona upplifunum sem þau eru að upplifa og maður kannski skildi þetta ekki alveg þegar maður var yngri en ég held þetta hafi svolítið mótað mann, bæði þannig að maður einmitt kannski markaði sig einhverja pólitíska sýn en líka bara að maður bara veit að það gott fólk í öllum flokkum og margir góði vinir manns til dæmis sjálfstæðismenn eða eitthvað svoleiðis sem ég held að sé líka svo hollt. Já, þú ólst ekki upp í 300 milljóna villu með sjávarsýn. Nei, ekki alveg svo gott sko. Nei. En sko þessar pælingar sem þú lýsa núna, leiddi það snemma til pólitísks áhuga? Nei, ég get ekki sagt það sko. Ég var mjög ópólitískur og bara svona ótrúlega hefðbundin bara svona strákur sem elst upp á Seltjarnarnesi og hugsaði bara æfa íþróttir og svo spila tölvuleiki og bara að hafa gaman af lífinu sko. Ég rauninni mér fannst alltaf svolítið hallærislegt varðandi pólitíkina, þessi hægri vinstri pólitík eins og það var á núlingur sko, manni fannst þetta að vera óttaleg svona merki með að pólitík einhvern veginn. En menn hafa alveg skilið hugtakið til vinstri á Seltjarnarnesinu þegar ólst upp þegar að vita hvað það var. Já, en mér finnst þetta svona þegar maður horfir tilbaka eins og maður hafi, einmitt, maður var ekki mjög pólitískur, maður var ekki mikið að pæla í þessum samfélagsmálum og það kemur rauninni bara seinna að maður fór einhvern veginn að skipta sér að þessu. Áttu systkini? Já, 2 bræður, einn sem talsvert eldri, fæddur 74, ég fæddur 88 og svo einn sem 2 árum eldri. En ég ólst upp að því góðum systkinahópi á Seltjarnarnesi. Já, og hvernig krakki varstu? Sko, ég
þar sem ég núna alveg 3 börn, þá ég alltaf að kynnast eiginlega betur hvernig krakki maður var sjálfur, því maður speglar sér svo mikið í eigin börnum, sko. Og núna á ég 2 mjög virka stráka og svona seinni tíð búin að komast að því að maður hefði eflaust haft gott að því að greiningaferlin væri komið lengra á sínum tíma. Því að Ertu vissamt? Já, ég held það nú, allavega út frá sko skólagöngunni. Okay. Ég bara plumaði mig mjög vel í skóla þannig að ég var svona 10 ára. Og þá einhvern veginn hætti ég að sjá tilganginn í skólanum og fór svolítið að lenda upp á kant við kerfið og það með að sitja löngu stundum inn í tímum og þá fór maður að taka upp á kannski að vera með eitthvað svona mótróa við skólakerfið sem að koma hann í klandur næstu árin. Heldur þú sem að tala einhverja greiningu eða heilkenni sem að hafi spilað inn í það? Ég myndi halda að maður sé svona eitthvað svona ADHD eins og mínir drengir búin að greinast með og maður sé hvernig nútíma bara svona nálgun varðandi ADHD einstaklinga í skólakerfinu og með hjálp lækna og svona hvernig það hjálpar þeim að finna sína fjöl og taka þátt með jafnöldur sínum í þessum hlutum sem þeir hafa kannski ekki jafn mikið áhuga á eða eru ekki jafn mikið að finna sér svo ég gerði á sínum tíma, sko. Þú hefur alveg verið til í Liv 10 ára gamall. Maður hugsaði það alveg, en auðvitað mótaði maður líka að fara í gegnum þessa upplifun. Ég meina, ég átti mjög erfitt með, í rauninni ennþá mjög erfitt með ég þarf að skilja hlutina sem ég að gera og það þarf að vera hluta eitthvað svona sögu og ég á erfitt með að fá eitthvað svona boðvalda ofan að ég eigi að vera svona eða haga mér svona og ég held að það alveg mótað mig af þessum árum, sko, sem nýtist í pólitíkinni í dag einhverju löngu seinna, sko, þannig að þetta alltaf kostir og gallar í öllu. Þannig að ef maður ætlar að reyna að fá þig til þess að gera eitthvað þá dugar ekki að gefa þér harða fyrirskipun, maður þarf að fara aðra leið. Ég með ofnæmi fyrir þess að ég kalla svona að því bara reglur, sko. Ég verð alltaf að skilja af hverju við höfum hlutina sem við höfum þá og svona einmitt, kannski gera hlutina á eigin forsendum. Það svolítið kannski einkennt mig. En þú ert svolítið að lýsa mér, nema ég var aðeins eldri en þú. Ég var svona 16-17 þegar mínar raskanir fóru að tikka meir inn. En mér finnst þetta áhugavert. Sko, breytistu, varstu tossi í skólanum eða? Sko, það má alveg, já, í rauninni bara já. Ég meina þegar ég er komin í 9. bekk þá voru við settir saman 8 strákar í 1 bekk. Líklegast bara svo við værum nú ekki að þvælast fyrir hinum nemendunum og svo þegar leið á skólaárið og 1 fór að standa sér svolítið vel í bekknum og þá var hann hækkaður í tigg þannig að allt í einu voru eftir 7 strákar þannig að þó hét ekki tossabekkur á sínu tímóti og þá varum við hætt með þessa ferð og hraðferða að það var nú kannski augljóst að þetta svona eimdi af þessu áfram en það var mikið líf og fjör þarna og maður læriði kannski líka galla þess að reyna að hólfa einstaklinga svona niður því að þú býrð til svona sér úrræði eða sér skóla eða sér bekki þar sem eru bara einstaklingar sem eru kannski ekki alveg að finna sig í skólakerfinu að þá breyta svolítið hvatarnir varðandi hópinn. Það var enginn hvati í þessum hópi til að fara að standa sig vel heldur fór þetta kannski frekar að snúast það hver var með finnast að prakkarastriki þann daginn og þú veist það var svona öðruvísi hvata kerfi innan hópsinn, sko, sem ég held að hafi líka bara skapað alls konar verkefni fyrir skólan sem að hafi kannski ekki þurft að vera ef við höfum verið í meiri svona blandaðri umhverfi og bara fundið betri leiðir til að taka þátt. En það sem þú ert að tala um núna, það er ekki endilega bein lína frá þessum árum að því að hér siturðu gegnt mér í dag þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Nei, það er alveg rétt, sko, og ég meina eftir sko grunnskóla þá byrjaði ég að fara í fjölbrautaskólann í Ármúla og eiginlega á fyrsta árinu í fjölbrautaskólanum í Ármúla þá fékk ég svona tilfinningu eins og hlutinni væri kannski að fara í svona svolítið vonda átt. Þú veist, þá var maður áfram í rauninni svolítið að umgangast svona ákveðan hóp, ákveðna menningu og svona ákveðið lífstíl að vera til og ég, eins og ég segi, þú veist, að ég á mjög sterkt bakland í svona bara gildum og það vilja standa sig vel og ég fannst ekki vera alveg að fara saman svona hljóð og mynd kannski hvert svona lífi væri að stefna og hvað metnaði markmið ég hafði fyrir eigin lífi eða fjölskylda mín fyrir mínu lífi, sko. Fannstu fyrir svona tókstreitu inn í sjálfum þér? Já. Og ég blessunlega kynnist stelpu sem er að austan að Eskifirði og ég ræði mig í sumarstarf eftir fyrsta bekk í menntaskóla, 16 ára gamall við að leggja hitaveitu á Seltjarnarnesi og vann þar sem verkamaður 1 sumar og þar
þar svona upplifði ég ákveðið svona frelsi og sjálfstæði sem að mótaði mig mjög mikið og kynntist þar nýjum vinahópi, svona öðruvísi menningu og svona, já, bara þroskaðist mikið sem einstaklingur, náttúrulega flytja hinum megin á landið og búa þarna heima hjá fjölskyldu sem ég að kynnast og er allt í einu komið með kærustu og nýjan vinahóp og vera þarna að vinna verkamannastörf og skipti yfir í verkmenntaskóla Austurlands. Tók þar 1 ár í verkmenntaskólanum og þar gekk mér mun betur í skólanum og þar var líka svo áhugavert að þar sko í verkmenntaskóla Austurlands þá varst ekki sama svona kennital og blaði kannski sem upplifði smá í framhaldsskóla í borginni þar sem náttúrulega gríðarlegur fjöldi nemenda og allavega á þeim tíma voru ekki svona held ég sterk kerfi til að grípa einstaklinga sem þurftu kannski svona viðbóta stuðning til að komast í gegnum framhaldsskóla svona rútínuna. En það var svo sannarlega fyrir austan. Þannig að þar gekk mun betur en svo hættum við kærastan saman og þá flytti ég aftur í bæinn og þá kannski datt maður aðeins aftur í svona gamla, fór í iðnskólann í Reykjavík, prófaði það í smá stund, skipt svo í fjölbrautaskólann í Breiðholti og endaði svo ekki með einn svona útskrifast sem stúdent. Náði ekki að klára það en þá verða svona önnur tímamót í mínu lífi. Við erum að tala um þarna 2008 og ég var að vinna sem smiður samhliða því að vera í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og allt í einu hætta bara öll verkefni, smíðaverkefni sem voru í boði og ég var komin þarna með myndkörfu bílalán, ég veit ekki hvort að fólk muni eftir þeim sem stökkbreyttust og þarna var maður tvítugur Þetta er í einu svokallaða hrunni? Já, akkurat, þarna er maður tvítugur með eitthvað 4-falt myndkörfulán á okkur bíl sem var að nýta sér til að smíða en það voru ekki lengur smíðaverkefni. Því miður þá man ég eftir þessum lánum. Og ég held að gera okkur margir og svona hugsa ekki hlýlega til þeirra. Nei. Þannig að þá voru góður á dýr aftur, þá var maður aftur komin á svona krossgötur þegar maður var kannski aðeins svona farin að finna sér bara sem einhvers konar á leiðin að verða bara smiður eins og pabbi og bara búin að fullorðna svolítið og bara fannst maður að vera svolítið töffari að vera bara að smíða og þeirri stemningu svo hætti þau verkefni og fyrir algjöra tilviljun sendi móðir mín atvinnuauglýsingu úr Nesfréttum, þeim góða fjölmiðli sem að liggur því miður í dvala að það vantaði starfsmann í félagsmiðstöð á Seltjarnarnesi. Gömlu félagsmiðstöðina mína, Selið og þarna var ég algjörlega verkefnalaus og sæki þarna hafði ekki verið virkur í félagsstarfinu þegar ég var krakki eða tekið þátt í svona jákvæðu tónlistarstarfi á þessum árum en fæ vinnu í félagsmiðstöðinni og það er einhver mesta lífsins lukka sem að ég hef upplifað, kannski samhliða því þegar ég fór austur á Eskifjörð því að í gegnum það að fá þetta starfi í félagsmiðstöðinni, bara hlutastarfi í félagsmiðstöð að þá fór ég að spegla mig í strákunum sem voru eins og ég þessi strákar sem að voru einhvern veginn að eyða öllum kröftunum sínum í að berjast gegn kerfinu voru einhvern veginn þeir lögðu svo mikið á sig að taka ekki þátt í reglunum og fylgja flæðinu og maður sá bara hvað var að vinna þeim til trafala og hvað var auðvelt svona aðeins að hjálpa þeim að finna svona kannski sína sögu innan þessa svona kerfi sem að grunnskólinni er og bara sem að það verða unglingur og hvað þeir gátu náð miklum árangri og hvað með svona bara með að hafa smá trú á þeim hjálpa þeim að finna eitthvað spennandi verkefni sem þau hefur áhuga á hvort sem það var að búa til eitthvað svona fjölmiðil eins og þennan hér eða búa til skólablað eða búa til ræðulið eða gera eitthvað svona skemmtilegt sem að þeir upplifa sem sína sögu og í gegnum það að upplifa þetta í gegnum þessa einstaklinga þá tók ég svona mín næstu þroskaskref og fór svona aðeins að taka til í eigin lífi og aftur fór kannski ekki að vera alveg sama fór ekki alveg sama hljóðamynd að vera svona þessi töffari sem var þá að vinna í dyravörslu og smíðum og sneri svolítið mikið helgarnar og partíin yfir í það að vilja bara svona kannski bara taka þátt í svona þessari beinubraut og ná meiri árangri og láta kannski lífið snúast einhvern annan en bara líða sjálfum vel gefa eitthvað af sér. Þannig að það að kynnast þessu djobbi það stundu talað að ögurstundir eða örlagastundir í lífi okkar þær séu nú kannski ekkert mjög margar en þarna þú lítur á þessi tímamót sem ögurstund eða örlagastund í þínu lífi. Bara ekki spurning og hún heitir Margrét Sigurðardóttir sem var æskulýðsfulltrúi á Seltjarnarnesi og hún hafði verið fótboltaþjálfari minn þegar ég var lítill og vann í félagsmiðstöðinni þannig að hún þekkti mig vel og hún var bara ennþá að ala mig upp í rauninni, vil ég meina. Hún gerði það á þessum árum
og ég starfaði í félagsmiðstöðvargeiranum í 12 ár og endaði með að fara í háskólanám í tómstund- og félagsmálafræði og menntaði mig í svona þessum uppeldisfræðum, svona óformlegu uppeldisfræðum, endaði þarna sem forstöðumaður í félagsmiðstöðinni og hef tekið þátt í alls konar rannsóknum og gefið út bækur tengt þessu fagi og hef bara gríðarlega mikla trú á þessum kerfum og svona þessari hugmyndafræði að oft til þess að hjálpa unga fólkin okkar í menntakerfinu eða í atvinnu eða hvað sem það að þá það ekkert endilega þau þurfi fleiri íslenskutíma svo þau læra að lesa. Kannski þurfa þau bara að finna sína sögu. Kannski þurfa þau bara að eiga sitt augnablik þar sem þau skynja sjálfur þessir einstaklingar. Heyrðu, mig langar að læra að lesa og ég ætla að gera þetta þegar ég er stór. Eða ég vil ná þessum árangri. Og ef við hjálpuðum meira í þessu, og oft auðveldara að gera það í óformlega geranum, félagsmiðstöðvunum heldur en inn í grunnskólanum sem bundin að stundatöflu og þeim verkefnum sem eru þar, að þegar við náum þessum augnablikum í lífi einstaklinga, að þá verða svona bara breytingar, einstaklingur sem að þú sérði þetta væri eitthvað svona línuritt eins og væri að fara út af sporinu og væri á leiðinni í eitthvað vandræði, kannski atvinnuleysi, örorku, fíkniefni, fangelsi, með öllum þeim kostnaði, sorg og álagi fyrir fjölskyldur og samfélag. Ef þú nær að stíga inn á réttum tímapunktum og hjálpa þeim að finna sína sögu, að ná einhverjum sigrum og byrja að byggja ofan á sigrana sína, að þá þetta bara einstaklingar sem eru komnir í áhrifastöður í samfélaginu, farnir að láta gott að sér leiða, farnir að skapa verðmæti, farnir að hjálpa öðrum einstaklingum til að koma í veg fyrir kostnað og kerfið ef við notum þessi orð þó að það snýst náttúrulega aðalum það að fólk ná árangri og líði vel, hvort sem það fyrir þau sjálf eða fjölskyldu þeirra. Þannig að já, ég fékk gríðarlega mikla trú á þessu kerfi meðan ég starfaði þarna og það tengdist náttúrulega líka félagsmiðstöðin af hverju ég fór í pólitík. Þá var það þannig að ég var að halda svona kynningu eins og maður gerir með 10. bekk í grunnskólanum að hvetja þau til að bjóða sig fram í nemendaráði og hvað væri mikilvægt að ungt fólk láti að skotta sér leiða og það væri þeirra höndum að móta samfélagið og ekki láta ykkur aðra að gera það og vera svo bara að segja hvað ykkur finnst allt vera ömurlegt, heldur takið þið þátt. Og svo var ég bara að labba út af þessari kennslustund og hugsaði ég, djöfisins hræsnar þú? Hvað þú að gera? Hvað þú að gera til að láta gott að þér leiða? Þú í einhverju pólitík eða í einhverju nemenda, einhverju svona hverfafélagi eða hvað sem það myndi vera? Þannig það var svona smá aftur svona aha moment, nú ætla ég að reyna að gera það sem ég er að segja öðrum að gera, sko, ekki bara að segja þeim að þau að bjóða sig fram. Og þá var það þannig út á Seltjarnarnesi á þessum tíma, það var svolítið virkni í Sjálfstæðisfélaginu. Ég myndi að lengi verið svona máttastólpi á Seltjarnarnesi þó að sé aðeins í dvala líka núna og þá kom fundarboð á svona opinn fund í Sjálfstæðisfélaginu og eins og ég sagði áðan þá var ég alls ekki pólitískur á þessum tíma og var í rauninni pældi lítið í pólitík, var bara svolítið svona að lifa minn hversdag og Þú var samt orðinn svolítið samfélagspólitískur miðað við það sem þú ert að lýsa. Já, núna maður að horfa í baksýnisspegil og það svo áhugavert að þegar maður upplifði þetta og þegar maður að stíga sér fyrstu skref hvort það í félagsmiðstöðinni á Eskifirði, þá var maður bara að elta ævintýri. Að vera ekki sama, það að vera pólitískur. Algjörlega, en maður var bara að elta einhver ævintýri og svo var til eitthvað munstur og maður var alltaf og maður fór að sjá að maður var að láta gott að sér leiða og nú svona þegar maður greinir þá sér maður náttúrulega alveg hvað var að gerast, en maður var ekki upplegað á þeim tímapunkti. En ég fer sérst á þennan pólitíska fund hjá Sjálfstæðisfélaginu út af því ég taldi bara að þetta væri öruggasta leið til að hafa áhrif á Seltjarnarnesi og ég þurfti nú bara þennan eina fund til að svona skynja að jú hugsanlega væri eitthvað til í þessu svona vinstri hægri því að ég átti svo litla samleið svona við þessum gildum og þessum talanda í rauninni sem var á þessum fundi og eftir þetta þá setti ég mig í samband við Samfylkinguna á Seltjarnarnesi, byrjaði að mæta þar á fundi og cirka árið seinna ég komin í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi og var þar í 10 ár þangað til ég fór inn á þing, sko. Þannig að þetta allt svona augnablik einhvern veginn sem að púsla saman. Þannig að maður endi hér sittandi og spjalla við þig, sko. Þetta áhugaverður ferill. Ég þarf þá varla að spyrja það því að þú lítur á þig sem vinstri krata vegna þess að sumir kratar lýsa sér sem hægri krötum en þú ert þá vinstri krati. Sko, ég ennþá að glíma við þessi hugtök, ég ætla bara að viðurkenna það. Sko, ég í grunninn sko mín sýn og mín nálgun á pólitík hefur alltaf verið hvernig náum við sem mestum árangri fyrir samfélagið, fyrir einstaklingana og svo framvegis. Og það sem að og mér finnst oft þessi merki með eiga til að þvælast fyrir okkur. Þannig ég á svona erfitt með að segja ég vinstri krati í öllum málum, hægri krati í öllum málum. Ég held að séu mjög margir sem myndu kalla mig hægri krata
og það lítast kannski að því bara svona þeim gildum og svona sem hefur alist upp með út á Seltjarnarnesi að hræðast ekki alltaf það að einkaframtakið sé eitthvað vont framtak. Ég meina stundum bara fínt að virkja einkaframtakið til að ná árangri fyrir samfélagið svo lengi sem að við erum að skapa þá eitthvað verðmæti sem við erum óhrædd þá að til dæmis að skattleggja til að búa til sterka opinbera innviði til að grípa þá einstaklingar sem þurfa svo stuðning. Þannig að mín sýn er rauninni svo að ég hef bara mikla trú á íslensku samfélagi að við getum náð miklum árangri og það þarf að vera að blanda líkt og það hefur alltaf verið, blanda þessu opinbera kerfi og einkaframtakinu og stundum eiginlega einkaframtakinu að blómstra, reyna að ná eins miklum árangri, hvort sem það er hér heima eða erlendis til að skapa eins mikið verðmæti og hægt svo það renni svo í sameiginlega sjóði þannig að við getum verið að efla löggæslun okkar, menntakerfin okkar, vegakerfið okkar til að tryggja að næsta kynslóð náði líka árangri. Þannig að ég hef alltaf haft þess að sýna að við hefum ekki að festa okkur í einhverjum merkimiðum og við hefum ekki að byrja á því að sé alltaf vont að hækka skatta eða alltaf gott að hækka skatta, heldur þurfum við bara að vega og meta hverjar aðstæður fyrir sig með það markmiði að samfélaginu á árangri og við skiljum ekki einstaklinga eftir. Og fyrir suma sem að horfa á þetta, einhverja stjórnmálafræðinga, gætu þeir sagt þetta hljómar eins og hægri krati eða vinstri krati, en mér finnst það bara vera þá einhverja stjórnmálaskýrandi að segja það, ekki endilega merkja sig. Þarna braut ég eiginlega með þessari spurningu mína eigin reglu að ég ætla ekki að missa okkur út í pólitíska umræðu þetta. Ég ætla að halda áfram að reyna að kynnast þér persónulega. Það sem ég veit núna er það að þú áttir þarna áhugaverða bernsku. Þú fórst austur á land, þar kynntustu kærustu, þið hættu saman. Þú fékkst einmitt aha-augnablik eins og þú orðaðar það. Þú byrjar í félagsmiðstöðinni, þú fer svo í pólitíkina. Hvað með einkalífið? Kynntustu annarri stelpu svo eftir þessa austursku? Já, ég ætla ekki að fara að reykja allan kvennalistan. Var hann langur? Nei. Jú, þú ert að segja það. Það er náttúrulega að gera tímislegt á unglingsárum. En sem sagt ég kynnist konunni minni. Hún er Seltirningur líka eins og ég. Og hún ég var sérst að vinna í félagsmiðstöðinni og hún er að vinna svona sumarstarf. Við vorum að halda út í leikjarnámskeiðum og svona á sumrin fyrir krakkana og félagsmiðstöðin svona skipulaði það. Þannig að hún byrjaði að starfa þar. Þannig að við störfuðum saman 2 sumur á Seltjarnarnesi og byrjum svo saman bara fljótlega 2011. Og svo erum við komin með erum við búin að eiga spatt 2013 og búin að gifta okkur 2015. Þetta gerist svolítið hratt. Þegar maður er ungur þá finnst manni oft svona þessi tími eins og þetta hafi ekkert gerst hratt þegar maður lítið tilbaka, þá voru þetta 2-3 ár þar sem við kynnumst og erum búin að eiga spatt og svo giftum við okkur einhverjum 4 árum seinna og við erum núna búin að vera saman gift í 10 ár á þessu ári Ástin lifir. Ástin lifir og hún heitir Nanna Kóper Árnadóttir, íþróttafræðingur og einkaþjálfari á Seltjarnarnesi og var svaka fyrirhandi Íslandsmeistari í freestyle þegar ég var unglingur og þú getur ímyndaðir hvað var mikið skvísa Þú hefur verið með stjörnur í augunum. Já. Nei, við hefum núna 3 börn, 2 drengi og eina stelpu sem eru öll í grunnskóla. En við erum bara svona hún náttúrulega, ég verð nú að segja það þegar ég er að lýsa svona þessu ferðalagi og þegar maður er svona því að það er náttúrulega eins og þú sagðir í byrjun það er gríðarleg vinna að vera í stjórnmálum. Og sérstaklega að gera það með fullu starfi eins og maður gerir þegar maður er í sveitarstjórnum og svo fer maður inn á þing núna og þingflokksformennska er ákveðin svona formaður í húsfélagi, þú ert alltaf á staðnum og ert að bregðast við öllum erindum að Nanna kona mín hefur náttúrulega bara verið algjör klettur og ekkert að þessu hefur verið hægt án hennar því að öll þessi vinna og allt þetta sem er að leggja á sig það náttúrulega eykur alltaf álag á heimilið. Heldurðu ef hún væri þú að þú væri jafn hús sem kall að styðja við hana? Já, ég vona það allavega. Nei, ég er alltaf að hvetja hana til dáð og við vinnum saman sem gott teimi Þannig að það virkar held í báðar áttir. Munurinn á okkur er kannski svolítið þessi að ég á það til að segja já við hlutum á þess að gera mig grein fyrir hvort ég hafi tíma eða ekki. Á meðan hún er oft svona skynsamari og þá hægt að rólega verður maður kannski full ríkjandi og þarf að passa sig þar að búa til að vera ekki búin að taka frá allan tíma þannig að hún hafi nú líka einmitt þetta svigrúm í sínu lífi til að ná árangri sem hún er svo sannarlega búin að gera svo það sé sagt mjög svona successful búin að ná miklum árangri í sínu fagi sem íþrótta- og einkaþjálfari á Seltjarnarnesi. Þau voru að gera grína í viðskiptablaðinu í morgun skrifa þig í háðskum stíli eins og þau gera oft þá sem er ekki í sjálfstæðisflokknum. Þau voru að segja að þú hefði verið í pallborði og hefði verið mikið í símanum, ég held að það hafi verið síðustu viku og þau vildu meina það að Þórður Snær Júlíusson
hefði verið á hinum endanum að segja þér hvað þú ættir að segja varðandi sjávarútvegsmál eða eitthvað svoleiðis? Ég var ekki bara að sjá þetta. Já, ég reynda að veit hvað vísa til, sko. En þetta var kannski frekar einmitt að vera formaður húsfélagsins og þurfa að bregðast við og tryggja að fólk sé á réttum stöðum og réttum tíma samhliða því að vera að stökkva í pallborð eða svona út af sviðtöl. Frekar hann sérst að búktala Dodda? Nei, já, akkurat. Þó að hann sé góður stuðningur við þingflokkin að þá erum við nú fullfærum að ræða málin á eigin spýtur, sko. Já. Einmitt, ég held að sé nú ákveðin heiður að vera hættur í viðskiptablaðinu. Þau hæða mig reglulega. Já, ég held að sé nú líka ágætt, sko, þegar það talaði að Þórður Snær sé fann að tala í gegnum hann, þá var maður oft fann að tala svolítið mikill í skynsemi, sko, en ég ætla nú líka að taka það hrós út úr þessu, sko. Einmitt. En sko, það þann nú kannski svolítið sterk bein að vera einmitt þingflokksformaður svona ungur eins og ertu hvað, 36? Já. Já. Og væntanlega hefur, sko, það fælst launaauki í þessu að vera þingflokksformaður og maður sér fyrir sér að þingmannahópur safna metnaðarfullu fólki. Var enginn sem var að stökkva á hálsinn á þér eða glefsa í öklan á þér, sko, tengslu við þessa sumpart ekkert sjálfsögðu ákvörðun Kristrúnar Frostadóttur að gera það þingflokksformaðinni? Nei, ég allavega hef ekki skynjað það, sko. Ég náttúrulega, það vantar kannski einmitt inn í þetta púsla að fyrir 3 árum að þá ég sérst kjörinn formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar sem mikil áhrifastað innan flokksins og þá ber maður svolítið ábyrgð á svona innra starfi flokksins og skipulagi og fleira. Þannig að við Kristrún og stjórn flokksins við unnum mjög náið saman svona að þessu verkefni. Já. Sem var frá því að þegar hún verið formaður að þá var ég formaður framkvæmdastjórnar. Þannig að við höfum unnið mjög þétt saman varðandi málefnastarf og undirbúning fyrir kosningar. Þannig að við eigum bara í mjög nánu og góðu samstarfi þannig að hún treysti mér allavega í þetta hlutverk. Og ég vil nú meina að minn bakgrunnur nýtist mjög vel í þetta starf og ég alltaf að kynnast í betur og betur hvað margt líkt til dæmis bara við félagsmiðstöðvarstarfið og það að vera formaður þingflokks, sko, að þú ert með einmitt öflugan hóp einstaklinga sem að þitt hlutverk svolítið að lyfta upp og valdefla. Formaður þingflokks á ekki að vera rokkstjarnan sem að þarf alltaf að vera fremstur í öllu, heldur að finna einmitt sterkustu aðilana í teyminu til að stíga inn í rétt mál og hjálpa þeim bara að hafa trú á sjálfum sér og styðja þau í sínum verkefnum, þannig að bara liðið verði öflugra. Þannig allavega horfi ég á þetta hlutverk og hef svolítið svona unnið að þannig og mun gera áfram. Og maður þarf að vera dipló? Já, það náttúrulega felst í þessu líka mikið samskipti við stjórnarandstöðuna til dæmis og aðra þingflokksformenn. Þetta náttúrulega svona tengipunkturinn varðandi samningaviðræður og upplegg inn á þinginu og maður svona að læra inn á það, ég viðurkenni það alveg og mótast að maður óvanur að vera í aðstæðum þar sem maður skynjar svona ég veit ekki hvort maður er að kalla stundum hvort maður er að nota orðið leikrit, sko, að þegar við erum kannski að ræða eitthvað sem við erum algjörlega sammála en við samt setjum okkur svona í stellingar eins og við séum ósammála út af því að við erum jafnvel að reyna bara að tefja mál eða svona vinna á móti framgangi stjórnarmála og maður þarf svolítið svona að læra þetta því að maður þarf að geta náð samningum og átt í virku samskiptum þó maður sé kannski að skynja það að fólk sé jafnvel ekki alltaf að segja það sem það raunverulega er að hugsa, sko. Já. En sko, ég geti líka ímyndað mér að ef ég hefði lagt þetta spjall öðruvísi upp, nú erum við að reyna að leita einlægni hjá þér og ég er bara þakklátur fyrir það, mér hefur fundist og koma mjög einlægur að þessu borði. En sko, það er líka kímning á að þér. Er hún kaldhæðin? Já, kannski bara stundum, sko. Það er bara eftir hvert augnablikið er, sko. Þú hefur átt svona snappi tilsvör. Já. Og þú ert eldfljótur að hugsa. Og maður hugsar, spot on, en smá svona lífsáski Já, ég veit ekki, sko, maður hefur bara gaman að lífinu og ef maður sér eitthvað komist í ykkur þá er bara gaman að benda á það og stundum að pota. Ég held að það sé stundum kannski smá stríðnispúki í manni sem að maður þarf líka að hemja, sko. Stundum langar mann að pota svona þegar manni finnst fólk eiga það skilið. En leifur þér að vera þú sjálfur þegar upp kemur leiftur snögt, hver fyndin hugsun, þú getur baunað á pólitískan andstæðing þinn sem situr við hliðina þér.
Leyfirðu þér að láta vaða eða ritskoðar þig smá? Ég held að ritskoða mig smá sé svona, það var einmitt, við byrjum að tala þessi æskuár þegar maður var ekki alveg komin með þá bremsu, þegar maður kom svolítið fljótt í vandræði, og maður var kannski að ná að velja og hafna aðeins betur, augnablikin, og það skiptir líka máli. Það er nú bara þannig. En svo er þetta líka áhugavert, þú veist, eins og bara þessi þingstörf og stundum við tekist á að mikilvæg hörku og svona, eins og þú varst að lýsa, að það reynir á sem þinglósformenn og svona, en þú veist, í grunninn er þetta bara rökræður í einhvers konar ræðustól og allir labba nokkuð bara brattir frá borði, þú veist, maður hefur sjálfur verið, eins og komin áðan, unnið í dyravörslu og öðru þar sem kannski átökin eru aðeins alvarlegri og maður hefur kannski meiri áhyggjur af einhvers konar afleiðingum og þú fyrst örið í andlitinu á þér, það var áður en þú varst formaður þingflokksins. Já, akkurat, maður er ekki byrjað að safna örum þar, þannig að, þú veist, þó að þetta sé stundum svolítil átök, að þá er þetta nú samt bara í grunninn bara fólk sem vil vel og er að reyna að vanda sig, hvort sem það er fyrir sinn flokk eða sínar áherslur, en að maður bara heldur ekki vera að taka þessu of alvarlega, maður verður að hafa gaman að þessu líka og þetta er bara líka starf og þetta tekur mikinn tíma og maður er að kynnast mikið af góðu fólki í gegnum þetta starf og maður verður bara að sjá húmorinn í svolítið skrýtnum aðstæðum stundir líka En af því ég nefndi örið ætli verið þá ekki að reyna að rukka þig söguna því þú ert nú reynda með fleiri en eitt þú ert með eitt á enninu og svo náttúrulega þetta. Já, þetta fylgir kvatísi, það er að safna örum. Nei, ef við höfum verið á unglingsárum á einhverju skemmtistað þá hefum við kannski sagt einhverja góða sögu en sannleikurinn nú bara sá að ég datt niður stiga þegar ég var 30 ára og blaut blómapott með andlitinu og svo þegar hausinn stækkar þá stækkar bara örið Já, læknavísindin voru ekki alveg á þeim stað þá sem þau eru í dag. Nei. Það er kannski orðið minna sýnilegt. Hugsanlega. En svo er það líka þannig svo það lítil börn fá ör, þú veist, þetta var kannski svona stórt ör á sínum tíma og svo stækkar bara andlitið og þá allt í einu er þetta orðið svolítið svakalegt. Það er bara þannig. En þetta er dálítið merkilegu ferill. Árin sem þú varstu stundum eini bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Nesinu? Nei, já, það var einn bæjarfulltrúi Samfylkingar þegar ég byrja í starfinu og svo í kosningunum 2014 þá fer ég inn sem bæjarfulltrúi 2 og það kannski að, þú veist, þegar ég er að bjóða mig fram þarna þá aftur, þú sagðir áðan að þegar þú sást mig þá væri ég kannski óhefðbundin eða ekki alveg svo hinir. Það hefur náttúrulega fylgt mér í gegnum allan þennan feril. Að þegar ég byrja að vinna í félagsmiðstöðinni að þá eru grunnskólakennararnir sem voru þá útskrifaðir mig fyrir 5 árum síðan þeir héldu ég væri í AA-prógramminu að bæta fyrir gamla syndir hefði enga trú að ég væri farin að starfa þarna að reyna að hjálpa unga fólkinu Svo því ég fer í pólitíkina þá er það saman på tinnum, þú veist, er Guðmundur Ari að fara í pólitík, þetta var svolítið svona fjarstæðukennt. En maður byrjar að safna trúveruleika og trausti fólks í gegnum félagsmiðstöðvarstarfið, sérstaklega foreldrar barna sem kannski þurftu viðbóta stuðning að mínir helstu stuðningsmenn bara í gegnum pólitíkinu og allt þetta er fólk sem er bara svo þakklátt fyrir í rauninni þann árangur sem það sá í félagsmiðstöðvarstarfinu á sínum eigin börnum að maður náði að hjálpa bara í uppalendalhlutverkinu á mikilvægum tímapunkti í lífi fólks og við það verður til gríðarlega mikið traust og þetta er mikið af fólki sem stendur ennþá mjög þétt með mér í þessum verkefnum. Þannig að maður hefur alltaf verið kannski svolítið svona óhefbundin í þessu starfi en safna svona stuðningi. Nú man ég ekki hvað grunnspurningi var því fór sem aftur í tíma. Já, ég held kannski að þú hefur verið einn að harka þarna en það var ekki þannig. Nei, það sé alltaf að segja var þetta þennan stuðningshóp að maður fann það á mikið af fólki sem ekki kosið Samfylkinguna áður sem hafði mikinn áhuga á að kjósa mig inn á þessum tíma. Það kom hann að skoðanakönnun sem sýndi að sjálfstæðismenn voru með 6 bæjarfulltrúa og Samfylkingin 1 og þá fór mikið átak í gang þarna að ná inn bæjarfulltrúa 2 hjá Samfylkingunni sem tókst og ef ég man það rétt þá enduðum með eitthvað 17% í þessum kosningum. Þá tek ég 1 kjörtímabil þar sem við erum 2. Svo veð ég oddviti Samfylkingarinnar og þá förum við upp í rúm 30% ef ég man rétt og vorum aftur með 2 bæjarfulltrúa og svo í síðustu kosningunum þá náðum við 3 bæjarfulltrúum með 40,1% fylgi á Seltjarnarnesi og urðum þar stærsta samfylkingar framboð á landsvísu í þessu höfuðvígi sjálfstæðismanna. Þetta er mjög áhugavert. Þú náði að snúa því að vera svona svolítið á skjön og utangars og vera í brasi upp í sigur. Já, og allt þetta mótlæti eða þessar lífsreynslur sem maður tekur með sér það er
ég vil meina það sem að mín svona helsta gæfa í pólitík, og ég er búin að nefna þess áður, að það einmitt sko að lífið er ekki svarthvít og pólitík er ekki svarthvít og lausnir fyrir samfélagi er ekki eina rétta lausnin. Og þá mikilvægi þess að við séum skynsöm og við hlustum á fólk og svona bara líkt og Samfylkingin hefur verið í núna síðastliðin ár, að ferðast landið, hlusta á hvað brennur á fólkinu í landinu, hvar eru áskoranirnar, og að byggja málefni okkar ekki upp á því að hvað segir gamli kennibókstafurinn okkur það að sósíaldemókratískur flokkur eða vinstri flokkur eða hægri flokkur á að segja, heldur hvernig er okkar stefna, okkar það sem að við brennum fyrir í pólitík, hvernig á það erindi við samfélagið í dag. Og hvernig ætlum við að matreiða það, hvernig ætlum við að bera það á borð, þannig að fólk trúi því að út af því að við erum með hjarta sem sósíaldemókratar, að þá séum við að fara að gera það sem við erum að fara að segjast ætla að gera. Og ég veit þú vilt ekki vera að tala pólitík, en ég meina eins og núna þá snerist þetta að tryggja efnahagsmálin, ná niður vöxtum verðbólgu og skapa svigrúm til að byggja upp opinberu kerfin. Snerist þetta ekki líka einhverju leyti að taka Ísland úr höndum sem hafa verið dálítið mikið og umdeilt sko með stórum máli svolítið langan sögulegan tíma? Jú, og það snýst líka trúveruleika og traust sko. Að við erum búin að vera föst í mikilli merkimiðapólitík og erum mikið að rífast svona vinstri, hægri og svona algjöru öfgar og meðan bara venjulegt fólk er að borga 10% vexti með 10% verðbólgu og rúmlega 10% vexti á sumum lánunum sínum og það hefur ekki venjulegt fólk sem bara mæti í vinnuna, er að ala upp börnin sín, það er ekki í stjórnmálafræði, þeim langar ekki endilega að vera að velta fyrir sér, ætli þetta sé eins og núna er öll umræða búin að vera woke, er þetta woke? Nei, býtu, ég vil bara stjórnvöld sem eru að gera mér auðveldar að komast í gegnum minn hversdag, að tryggja stöðuleika, þannig að ég viti hvað ég er að borga láninu mínu næstu mánuðin og næstu árin, ég vil að sé opinber kerfi, þannig ef börnin mín eða foreldrar mínu veikjast, að þau eru gripin. Ég vil að þó börnin mín séu kannski passa ekki í hefðbundna kassan, að þau fá stuðning í opinbera kerfinu til að ná árangri. Ég vil svo að bara, já, þannig að þetta er það sem að brennur á fólki, ekki þessi svona stjórnmálafræðilega nálgun á pólitík sem að hefur kannski svolítið litað svona pólitíska sviðið síðastliðin ár og sérstaklega kannski út í núna mikið umræðum vókið, að það hefur kannski verið svolítið vinstra megin, en nú upplifir ég að pendúllinn sé algjörlega búin að færast yfir á hægri vænginn, að nú snýst eiginlega öll hægri pólitík einhvers konar merkimiðapólitík að afneita vókinu og þau eru svo upptekin að í rauninni kennisetningum og þau gleyma bara að leysa vandamál hversdagslegs fólks og þá náttúrulega hverfur fylgið því að fólk er að kjósa þau sem þau treysta til að gera lífið betra og samfélagið okkar betra. Hvernig hefur þú stjórn á hvíld og öðru slökkt á símanum klukkan 10 á kvöldin og ekki tekin fyrir en 7-8 á morgni eða? Þetta er rosalega góð spurning. Þetta er eitthvað sem að ég þarf að halda áfram að þróa með mér. Ég er með vissulega nákvæmlega þetta sem þú ert að lýsa. Síminn læsir öllum forritum klukkan 10 og slekkur öllum tilkynningum klukkan 8. Já. En maður er oftar en ekki búin að hunsa þær klukkan 5 mínútur yfir 10. Já. En ég rauninni, mín slökun er að stunda líkamsrækt og hreyfa mig. Ég er rosalega gaman að lyfta og hlaupa og er í góðum hópum sem að stunda það. Þannig að það er líka félagslegt. Gaman að hlaupa á Seltjarnarnesi, en ég geri það stundum. Já, það er náttúrulega alveg ótrúlega fallegt umhverfi og góðar hlaupalegir þar allt í kring. Ég var að koma núna bara síðustu helgi var ég að hlaupa hálfmaraþon með góðum vinahópi af Seltjarnarnesi í Berlín. Vel gert. Þannig að það var stórskemmtilegt. Og þar sækir maður alla orkuna og kraftin til að fara aftur í átökin. Já. Þess að maður segja. Ertu með fleiri áhugamál en líkamsrækt? Já, sko, ég held alltaf að ég sé með áhugamál í golfinu. Ég er búin að vera stuðningsaðili í golfklúbb Seltjarnarness núna síðastliðin 4 ár og er alltaf að fara að finna tíma til að sinna því betur. En ég hef rosalega gaman af í rauninu öllu sem er einhvers konar hreyfing og samvera og jafnvel smá keppni. Ef það er eitthvað svoleiðis að þá veðrast ég allir upp, sko. Já. Sko, ég tók viðtal við Kristrúnu Frostadóttur nokkuð ítarlegt síðustu helgi og við fórum yfir ýmislegt. Ég reyni nú að nota tækifærið af því að þetta er að mörgu leyti svo merkileg tilraun sem er í gangi hvað varðar stjórnarfar Íslands að þótt þessi viðtöl séu persónuleg þá langar mér svona aðeins að fá álit þitt á því hvort það er verið að gera ykkur jafn erfitt fyrir og mögulegt er að halda þessum stjórnar meiri hluta af hálfu
stofnana samfélagsins eins og stundum sumar stofnanir innan sjálfstæðisflokksins, sumir fjölmiðlar og svo framvegis. Þetta upplifir það sjálfur að það sé djöflast alveg svakalega á okkur núna? Já, ég held að það sjái það nú allir sko að það mikil svona mótstaða við þessa ríkisstjórn frá mjög þröngum en háværum hópi. Já, við vorum að tala sko að þú fyrir ekki að grípa fram með fyrir þér en sko maður var einhvern veginn búinn að fá það á tilfinninguna að öll þjóðin væri gegn breytingu á veiðigjöldum en svo kemur þessi maskinukönnun sem sýnir það 90% sko þjóðarinnar vilja þessar breytingar. Já. En hávaðin bara svo svakalegur. Já, maður skynjar að þetta eru í rauninni svona tveir hópar og náttúrulega svona kannski sumir í báðum hópum en þetta annars vegar náttúrulega hagsmunaaðilar sem að skynja það að þessi komið ríkisstjórn sem samhent það að breyta kerfum sem lengi búið að kalla eftir breytingum. Þú nefnir veiðigjöldin sem dæmi og en það sem við erum að leggja áherslu á og til dæmis í þessu pallborði sem að vísa til í Viðskiptablaðinu sem var sem sagt ársfundur SFS. Já. Að þá bergmálaði ég rauninni það sem að Kristrún hefur verið að segja síðastliðin ára að skora á sjávarútvegsfyrirtækin að sjá tækifærið í því að nú getum við náð sögulegri sátt sjávarútveginn með því að hann greiði eðlilegt gjald til þjóðarinnar. Við erum auðlindadrifið hagkerfi og við viljum að sjávarútvegsfyrirtækin okkar nái miklum árangri. Það þjóðhagslega hagkvæmt að þau séu vel rekin, greiði til samfélagsins og hjálpa okkur að byggja upp kerfin okkar. Þannig ég vona það að þegar framlíða stundir að þau komi bara með okkur í þá vegferð því að eins og við höfum talað að þá markmiðið með veiðigjöldunum að byggja upp þá innviði sem að til dæmis sjávarútvegurinn hefur að kalla eftir að vanti, hvort sem eru hafnir eða samgöngur eða heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni þar sem að þeirra starfsfólk vinnur. Þannig að þarna sögulegt tækifæri til að ná sátt. Svo það hinn hópurinn sem ég upplifi líka ásvolítið erfitt með hversu samhent ríkisstjórnin og hversu mikið hún að ganga í hinn ýmsu verk. Og það kannski hópur fólks sem hefur verið við völd síðastliðin ár og ekki náð árangri. Hefur talað mikið það að vilja bæta kerfin, hvort sem menntakerfin, orkuöflun, samgöngukerfin og svo framvegis, en ekki náð að skapa pólitíska sátt til að framkvæma hlutina. Ég skynja stundum þegar verið að leika eitthvað svona tafaleiki eða leggja skegg því að við náum að ná málum hreinlega inn í nefnd til málumlegar umfjöllunar að þá snúist það það að ef við náum árangri fyrir Ísland of hratt og of vel að þá komi það illa út fyrir þau sem að voru við völd. Og það sé rauninni jafnvel stundum eina markmið af hverju vera að leggja skegg málum eða bara tefja mál í umræðu í þingsal þar sem enginn ósammála. Það kannski verið að segja bara við stemdum að þessu síðastliðin ár og vera að tala það kannski 5 klukkutíma og í andsvöru við sjálfan sig. En það ekkert efnislega að vera að takast á. Fólk ekki að tefja til þess að koma í veg fyrir einhverja breytingar verið sem þau eru ósammála. Heldur upplifir maður þetta svolítið að sé einhverju sem stafar svona ógn af því að nú sé komið ríkisstjórn sem að ná árangri fyrir Ísland. Hver skemmtilegasti þingmaðurinn, Guðmundur Ari? Það eru svo margir skemmtilegi þingmenn sko. Sessunauturinn minn, ég get kannski tekið hann sérstaklega, Stefán Vagn Stefánsson. Við erum svolítið hittustundum í ræktinni niður í þingsal líka. Náðu þið vel saman? Já, við náðum vel saman. Við höfum báðið gaman að hreyfingu. Framsóknarmaðurinn og gamla löggan að króknum. Akkúrat. Þannig að við lyftingafélagarnir, við erum góðir félagar. Það nóga góðu fólki og það náttúrulega, þetta eiginlega orðin klisja, maður búin að heyra þetta svo oft en maður segir þetta bara út af því að þetta svona að það tekist á í ræðupúlti Alþingis en svo nú bara góður andi, þetta góður vinnustaður, starfsfólk þingsins hugsa rosalega vel þingmenn í góðum samskiptum svona á göngum þingsins þannig að það mikið af góðu fólki þannig í öllum flokkum. Ertu meðvitaður eigin forréttindi? Já, ertu þá að meina bara að vera þingmaður? Já. Sko og hafa það svona gott eins og ég held þú gerir sko. Er auðmýktin, hún alltaf alltaf stutt í hana hjá þér? Sko ég allavega reglulega fæ svona augnablik þar sem maður hugsar hvernig endaði ég hér þegar maður situr í þingsal og einhvern veginn að upplifa næstu eins og maður sé staddur í eitthvað svona bíómynd. Þannig að jú, það skiptir máli að maður minni sig á það ekkert að þessu sé sjálfsagt og það geta komið upp mál og það verður búið til kosninga og maður er ekki lengur þingmaður þannig að þetta snýst líka að njóta bara ferðalagsins með að varir og reyna að láta sem mest og best að sér leiða á meðan á stendur. Þannig að jú, maður reynir að halda í það og líka bara til að bara eins og varandi þakklætið að já, ekkert að þessu sjálfsagt. Nei, verður aldrei leiður?
Sko, þú spyrir á hvort ég væri kaldhæðin, sko, núna kikkar inn kaldhæðin hjá mér. Hún varnarviðbragð. Já, hún nefnilega varnarviðbragð. En jú, að sjálfsögðu verður maður stundum leiður, bara eins og bara manneskjulegt held ég. Og ég meina að ég lýsti því nú áðan að ég væri nú líklegast með eitthvað skonar ADHD og svolítið hvatvísk, sko, og eitt af því að til dæmis að upplifa alltaf að maður þurfa að gera meira. Þú upplifir aldrei þessu komin á einhvern endastað. Aldrei sattur. Aldrei. Alltaf næsta. En á móti kemur að sko störf þessara típu verða oft æri umfangsmikil áður en yfir lýkur. Akkurat, og svo skiptir líka máli að maður passar upp á sig, sko, því að maður á það til að vera einhvern veginn að bara búa til svona verkefna snjóbolta. Já. Og hann sem bara stækkar og maður finnur það í þessu starfi að maður getur tekið að sér endalust af verkefnum, að maður það kannski að læra að byrja að segja meira nei og hafna og ekki segja já öllu, sem ég hef alltaf litið á sem einn af mínum helstu kostum, það að vera til í allt og eiginlega allar dyr sem maður prófar að opna hafa leitt að sér aðrar dyr, og ef maður lokar dyrum þá bara missir maður eitthvað tækifæri, þannig að það er svona eitt sem ég segi alltaf við hvort sem það er unga fólki sem maður var að vinna með eða bara vini sína, að maður sér aldrei eftir að prófa eitthvað. Það opnast bara eitthvað jafnvel þó að gengur ekki upp, að það opnast bara eitthvað nýjar dyr og ný tækifæri og maður á bara alltaf að vera að hreyfa sig áfram. Guðmundur Æri, það er búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Núna finnst mér ég vita sitt hvað þig. Já. Mér finnst ég þekkja svolítið í þér. Já. Og ég held að það sé einmitt það sem við erum að leita að hér með þessari tegund viðtala. Og ég bara þér mjög þakklátur að þú varst að nefna þakklætið að hafa þorað að segja okkur þinn innri mann. Það þarf smá hugur ekki til að gera það, tala kafla í lífinu sem að hafa verið áskorun og svona hvernig maður fór, þannig að ég held að það sé lærdómsríkt og þakkarvert fyrir okkur öll að heyra sögu eins og þína. Og bara takk fyrir þetta tækifæri. Ég finn það nú bara á mér hvernig maður líður svona inn í sér eftir þetta. Maður þurfti bara að koma hérna vikulega og vinna á gömlum upplifun. Hver er textinn á sálfræðingunum núna, veistu það? Hann allavega hærri en þesta. Eruð frábært að fá þig og gangið þér vel í kæra. Takk. Nú við förum yfir í aðra sálma. Gjörðu þið svo vel eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.